Kristinsson, velkomin já, þetta heitir ennþá Sibba spjall bara, þessi nýji svona þáttur fyrir leiki, svona preview eins og maður segir. Það leikur í kvöld, Njarðvík, Grindavík. Hvernig leggst þetta í þig? Bara mjög vel, spennandi. Alltaf svona fyrsta alvöru leikurinn sem Kristinn alltaf spilar á móti Njarðvík. Þannig að það er örugglega gaman fyrir hann líka, svona taka á þeim. Já, svona talandi einmitt hann. Ég hitti Sverri daginn, þá var hann nýbúinn að horfa einmitt á sinn son og hans sonur hafði einmitt mætt Keflavík fyrir rúmri viku og ég spurði hann hvernig er tilfinning? Hvernig verður þú bara grænn í gegn í kvöld eða eitthvað? Hvernig? Ég er svolítið grænn, sko. Held náttúrulega með Njarðvík, sko, en náttúrulega á taugar til Grindavík, bara gegnum Kristinn og náttúrulega spilaði sjálfur árum áður. Já, með grunan og þótt þú hafi spilað með okkur og átt svona þinn besta kafla á ferlinum, ef ekki orðað þannig. Nei, svona ganni. Þá skiptir það nokkurs ekki máli, það ertu náttúrulega Njarðvíkingur, en skiptir þess að engu máli þótt að Kristinn sonurinn sé klæðis gulu í kvöld. Þú bara óskar honum alls þess besta. Nei, ég sjálfsög held ég með honum, sko. Þú veist, vonan gangi vel og svona, en já, ég er Njarðvíkingur. Já, þú vonar að honum gangi vel en ekki of vel og þú vonast eftir Njarðvík vinni en að hann spili vel. Já, það var draumastaðar. En að sjálfsögðu, náttúrulega maður með taugar Grindavíkur og þetta heldur maður með þeim líka, sko. Bara ekki á móti Njarðvík kannski, ekki smikið. Nei, eðlilega ekki. Það er kannski ekki takt að rífa taugin úr þér, ég ger ekki ráð fyrir því. Kannski ein svona pæling, núna eru 3 gamlir refir komnir tilbaka hjá Grindavík. Hefur þú eitthvað hugsað að koma með comeback? Nei, það er svolítið sett í það, sko. Já, þú ert nú eitthvað eldri heldur en þeir, eða ekki? Jú, ég er svolítið eldri. Svolítið eldri. Mikið eldri, eða? Mikið eldri, já. Ert þú eitthvað inn í svona stjórnarstarfinu hjá Njarðvík núna, eða hvernig? Lítið, sko. Já, ég er alveg búinn að vera í stjórnum alveg síðan ég hætti að spila. Svona eitthvað tengist þessu en lítið. Ég er ekkert með puttan í neinum pælingu þannig, kannski svona hjálpaði maður þessi kringum peningamálunum og svona. Eitthvað svoleiðis bara, já. Það er náttúrulega alltaf gott þegar margar hendur geta komið að þessu, maður þekkir það. En ekkert með svona þannig afskiptið eða þannig? Nei, þú ert ekkert að taka ákvörðun eitt en eitt, nei. En svona hvernig hefur þið litist á byrjunina hjá Njarðvík? Hefur þetta ekki verið bara ríkir ekki ánægja í Njarðvík með byrjunina? Jó, þetta er náttúrulega gaman að sjá hann koma Ester. Hann náttúrulega kemur lítið sterkur inn og flottur í síðasta leik. Já. Þannig að þetta lítur alveg ágætlega út, sko. Og þið verðist það að verið gaman að sjá bara ungur strákarnir eins og Jón Örnur búinn að koma sterkur inn og Vegabóll að spila og bara svona flottur andi finnst mér. Sérstaklega móti Val, bara mjög flott, svona hálfning á liðina, mjög flott. Virkilega. Og þessi Breti þessi Glasgow, hann var náttúrulega mjög sterkur í þeim með. Komið mjög sterkur inn. Svo þetta búið mjög vel að því að hann Mario, er hann ekki að verða bara áttur Íslendingur? Er ekki stýttast í bara ríkisborgararétt á hann nánast? Er hann ekki alveg búinn að skjóta rótum? Þetta er frábær leikmaður, eða ekki? Jú, bara frábær leikmaður og hann er svona einn af þessu gaurum sem hann er alveg sama hvort hann sé með 10 stig eða 20 stig eða 0, skilur. Hann bara vinnur helstur og það er alltaf gott að vera með svoleiðis mann í liði. Já, og svona skilar alltaf. Alveg saman tölum með sína. Já, nákvæmlega, og er alltaf að skila einhverju framlagi. Það er bara. Já, ég skilur alltaf einhverju, en þú veist, það hafa komið leikir þar sem hann skorar valla, sko, en hann er alltaf á fullu, tekur frákastinn og spila fína vörn og svona. Já, nákvæmlega. En bara þessi leikur í kvöld, hvernig sér þetta fyrir þér svona í fljótu bragði? Ef hann er heill, hann Erik, þá náttúrulega ætti þetta alveg að vera flottur leikur, sko. Mats örugglega bara nokkuð svipuð lið svona þennlega. Já. Svona í stöðum. Mari og Jónas, þeir eru báðir svona kvörslarar, fara út fyrir teig, taka þriggja. Já. Svo er eitthvað Hester svolítið svona
Það er svipað teiga típur. í kringu tegin en geta samt skotið og verið svona líka leikið sér aðeins fyrir þetta. Já, Þannig að þetta er svona, og Íslendingarnir matcha líka bara svolítið vel upp á móti hver öðrum. já. Ertu eitthvað inni nú hefur hann skilur sagt Magic, hann hefur ekkert verið, er hann eitthvað mikið meiddur eða veistu hvernig staðan er á honum? Já, ég held að hann sé bara mikið meiddur. Ég held að hann sé Ekkert- bara, Allavega ekki vona á honum á næstunni. nei, Og hvað, jafnvel bara út tímabilið eða? nei, einhvers þar er ég nú svona 2-3 mánuði. Já, ok. Og það munar náttúrulega minna, það er ekkert hægt að segja annað. En það er sterkur póstur sem að vantar, sérstaklega svona sóknarlega. Já, Gaur sem tekur á skarið og allt er gott að vera með svo leys í liðinu. já. En þá er nú ekkert ónýtt að vera með einn gamlan kall sem að lítur út fyrir að vera bara tvítur. Hvað er í gangi með Loga eiginlega? Hvernig fara menn að því að halda sér svona góðum á þessum aldri? En það er nú kannski eins og með hann er alltaf búinn að vera í atvinnumennskunni og hérna búinn að halda sig vel við og eftir að hann kom heim hefur hann bara haldið í prógrammu svolítið áfram. Kannski svipað með alla þessu gaurar sem hafa verið í atvinnumennskunni. Já, Bara endist lengur, þú veist, það er Jón Arnór og Hlynur og Jakob og þessi strákar. Þú veist, Sigur Gunnar. Máttur og Logi og er allir að spila ennþá. já. Og allir alveg hörkumíndur og, þú veist, fína leik. Já, ég meina kannski svona þetta að vera atvinnumaður, þá svona kannski læra menn kannski betur að hugsa. Já, og þeir sem hugsa hafa um hugsað sig. vel um sig er að endast lengur. Já. Og hvað var þinn ferill langur? Ég spilaði nú alveg lengi, en ég er nú búinn að vera í verkamannavinnu hérna. Frá unga aldri. Já, Það er svona vélavinnu og svona, þannig að vaktavinnu, það er þetta oft pústað Já. saman. já. Ef að spá eitthvað fyrir úrslit kvöldsins? Þú er náttúrulega bara einfaldlega að spá Njarðvíkur sigri. Ég spáði Njarðvík sigri eftir framlengingu. Eftir framlengingu? Það var nú verið flestir leikirnir á Grindavík með tæpir, sko. Já. Er það ekki dálítið gott TV ef þetta fer bara Já, það var ekki í bara gert, sko. framlengingu og slíkt? Er það ekki dálítið gaman? Það var flott, já, það var ekki gert. En kannski segðu mér rétt í lokin, nokkar að rifja upp, mástu, þú spilaði með Grindavík, hvað, 3 tímabilið ekki? 4. 4. Endaði hvenær áttu? 2010? 2009-10 þegar við fórum á móti KR. Það var Já, síðasti leikurinn á Grindavík. það tímabil, þannig að loka leikurinn var sem sagt tapið sára. Hefur ekki þetta Já. tap setið dálítið í þér? Já, Bara og þessi- okkur öllu sem að tóku þátt. Maður var bara að horfa á hann að leiki fyrst skipti núna í COVID-inu þegar að fór að sína þessi leiki alltaf hérna og stöðu skóð. Já. Og alveg bara söð nánast á þér. Já, ég maður bara líka hérna gaman að horfa á þetta með strákunum, hérna Kristni og Eliassi hérna, sína þeim hérna eins og skaman hérna, við spiluðum með Arnari Freyr hérna, þann frábær point guard sko, gaman, Já. bara þessi leikmenn, Brenton og Helgi og þeir voru hérna, Palli, margir hérna, Þetta voru náttúrulega 2 svakaleg lið. Það er ekki hægt að þræta fyrir það. Já, þetta var bara skemmtilegt tímabil. Og væntanlega var súrt eftir að hyggja geta tekið titilinn hérna inn í Grindavík, en við vorum ansi fjarri því að klára það eða ekki. Voru ekki allir komnir á flug bara nánast. Það var búið skipulegja partí út um alla bæ. Mér rámar eitthvað í það. Ég var svona aðeins að minnast á þetta, en annars bara brattur fyrir kvöldið. Já, það er bara spenntur. Ef ekki bara skrifa undir framlengingu, en ég ætla ekki að skrifa undir þín úrslit. Ég ætla að setja gulan sigur á þetta. Þannig að þú ert ekkert að fara að breyta þín eitt. Ætli það. Herðu, annars bara gaman að sjá því hérna og bara takk fyrir spjallið. Sömuleiðis. Verðum Matti. Bye. Takk, bye.